Góða kvöldið, kæru áhorfendur, og verið velkomin á IA TV. Það önnur deild karla. Kári tekur á móti Þrótti Vogum. Önnur deildin gríðarlega spennandi, eins og við erum búin að sjá, svo sem á bara þeir sem að fylgjast með fótbolta og fylgjast með annar deildinni. Úrslitin eru búin að vera alls konar og við skulum bara láta vaða beint í að kíkja á stöðuna í deildinni. Eitthvað verið að stríða okkur hérna. Já, þetta klikkaði eitthvað hérna hjá mér. Ég er ekki alveg með þetta á hreinu hvað er að gerast hérna, en við þurfum aðeins að vinna í því, og fæ kannski einhvern góðan mann til þess að kíkja á það fyrir mig. Já, það er gott að eiga góða menn að hérna. Þetta er bara klárt, nánast. Við viljum að kíkja á stöðuna í annari deild karla. Fáum þetta núna på skjáin og það tollir gaman að þessu. Kórdrengir efstir með 20 stig. Haukar í öðru með 18 eins og Fjarðabyggð. Njarðvík síðan með 17 stig, Selfoss og Þróttur Vogum með 16, KF með 15, Kári 14. Kári er í 8. sæti, einungis 6 stigum á eftir toppliðinu. Þetta er í rauninni, þetta mót er bara rétt að byrja, það er bara svoleiðis. Og mótið ekki hálnað fyrir utan hjá Víðigarði sem eru búnir að spila 11 leiki. En síðan koma íringar, Víðismenn, Dalvík Reynir og Völsungur í neðstu 4 sætunum. Þetta er búið að vera mögnu deild. Káramenn fóru svo sem frekar hægt af stað. En eru búinir að vera vaxandi undanfarið og við skulum kannski limit bara sjá síðustu 5 leiki hjá Kára. Fyrir utan þetta 1-0 tap fyrir austan, rétt fyrir hlé, að þá töpuðu þeir 1-0, en Völsungur lá á heimavelli í síðustu umferð 2-3. Þar áður hafði Kári unnið Dalvík Reyni 1-0 hér á heimavelli. Það voru margir heimaleikir í röð, heldur að verið einu 4. Kári vann Dalvík Reyni 1-0, Kári vann Víði 5-0 og Kári vann IR 1-0. Og síðan það verður endar í síðustu umferð Kári, þá höfðu Káramenn fengið til liðs við sig á ný Pál Sindra Einarsson sem var leikmaður Kórdrengja fram að því, og gríðarlegur styrkur. Við munum eftir honum hérna frá því fyrir 2 árum síðan var algjör lykilmaður í Káraliðinu þegar að þeim gekk hvað best og var fenginn yfir í lið IA það ár haustið, og reyndar var nú ekki mikið úr því hjá honum. Svo fór hann að spilaði með Vestra, svo skipti hann yfir í Kórdrengi núna í vor eða vetur. En ef við skoðum síðustu 5 hjá Þrótti, þá unnu þeir Víðigarði síðustu umferð 3-2, þar áður 2 jafntefli gegn Kórdrengjum, sterkt úti valla jafntefli gegn Kórdrengjum, síðan 0-0 jafntefli gegn Fjarðabyggð á heimavelli, 1-0 sigur gegn Selfossi 17. júlí og 1-2 sigur á Húsavík gegn Völsungi. Gríðarlega fínt gengi líka hjá Þrótti Vogum, þannig að við megum eiga von á, held ég, all svakalegum leik hér í dag. Ef við skoðum kannski innbyrðis viðuregnir þessara liða í gegnum tíðina. Það eru 17 leikir á skrá, hafa verið mikið í sömu deildum
síðan að Káraliðið var stofnað en Káramenn hafa nú öllu betur búin að vinna 9 sinnum, 4 sinnum verið jafntefli og 4 sinnum hafa Þróttarar unnið og Káramenn hafa skorað í þessum 17 leikjum 40 mörk á móti 25 hjá Þrótti frá Vogum en síðustu 5 viðureignir þessara liða sjáum þær hér, fyrri leikur liðana það getur nú ekki verið fyrri leikur liðana 27. júní fór 1-1 í Vogunum síðan leikirnir í fyrra, þar hefur Þróttararnir betur unnu hér í höllinni 3-4 og það var 1-1 jafntefli í Vogunum en aftur á móti árið 2018 sem var besta ár Káramanna hingað til held ég að það sé óhætt að segja voru í toppbaráttu þetta tímabil og unnu Þrótt í báðum leikjunum 3-1 hér á heimavelli og 2-0 í Vogunum en það eru einhverja 4 mínútur í leik og ég held bara fyrir mér þá að við förum bara í það að skoða byrjunarliðin sjáum þau hér hjá Kára í markinu Dino Hodzic númer 31 vítabaninn sjálfur Einar Logi Einarsson númer 5 Guðfinnur Þór Leósson númer 6 númer 7 Andri Júlíusson fyrirliði sem skoraði hreint stórkostlegt mark á Húsavík daginn það hlýtur að finna það á YouTube-rás þeirra Völsunga síðan númer 8 Páll Sindri Einarsson númer 9 Garðar Bergmann Gunnlaugsson númer 11 Hilmar Halldórsson númer 16 Leo Ernir Reynisson númer 18 Ólafur Karel Eiríksson númer 20 Mikael Hrafn Helgason og númer 23 Elís Dofri G. Gylfason og ég ætla bara að segja það að þetta eitt sterkasta Káralið á pappír sem að ég hef séð og þó er ég nú búinn að fylgjast vel með þeim undan farin ár en Þróttarar eru þannig skipaðir að númer 12 í markinu Rafal Stefán Danielsson síðan eru aðri leikmenn númer 2 Rolfur Sveinsson númer 6 Ragnar Þór Gunnarsson Skagamaður allavega sýnist mér það, ég kannast all svakalega við þetta nafn númer 10 Alexander Helgason númer 11 Viktor Smári Segata númer 15 Július Óli Stefánsson númer 23 Sigurður Gísli Snorrason númer 24 Ethan James Alexander Patterson númer 27 Dagur Guðjónsson númer 33 Örn Rúnar Magnússon og númer 44 Andrew James Pugh og áður en að við segjum þessu lokið þá skulum við kíkja á varamannabekkina á Kárabekknum eru númer 12 Marvin Darri Steinarsson varamarkmaður og Sverrir Mar Smárasson okkar maður númer 15 Teitur Pétursson númer 17 Ragnar Már Lárusson kominn aftur númer 19 Eggert Kári Karlsson númer 21 Fylkir Jóhansson númer 22 Marino Hilmar Ásgeirsson á varamannabekknum hjá Þrótti varamarkmaður Þórhallur Ísak Guðmundsson númer 1 síðan númer 3 Tómas Helgi Ágústsson Hafberg númer 7 Andri Jónasson númer 8 Andri Már Hermannsson númer 13 Leo Kristinn Þórisson númer 17 Ingi Steinn Ingvarsson og númer 20 Eysteinn Þorri Björgvinsson Nú, dómari hér í dag Atli Haukur Arnarsson og honum til aðstoðar Ragnar Þór Bender og Ragnar Arlius Sveinsson og það nú ekki dónalegt þjálfara teimin hérna Gunnar Einarsson þjálfari Káramanna aðstoð þjálfari hans í dag Jón Vilhelm Ákarsson, hann ekki í leikmannahópnum í dag, búinn að samt spila mikið í sumar og vera töluvert í byrjunliðinu sem var ekki í fyrra en þjálfari Þróttar frá Vogum engin annar en Hermann Hreiðarsson og þetta alltaf bresta á gott fólk engir áhorfendur leyfðir hér en þeir eru nú samt nokkrir það eru stjórnar, það er nú bara stjórn og varastjórn Þróttara sýnist mér vera mætt hérna í stúkuna og
Það eru nokkri leikir í þessari deild í dag. Það eru fleiri leikir. Þetta er síðasti leikurinn sem að hefst í deildinni. Það er nei, fyrirgefðu, þetta er 4 leikir í dag. Völsungur 1-0 yfir gegn Haukum á útivelli. Sannarlega óvænt úrslit þar. Selfyssingar, þessi leikir hófust klukkan 6. Njarðvík 0, Selfoss 1 eftir 59 mínútur og Kórdrengir að vinna Dalvík Reyni 2-0 á útivelli. Og síðan er það þessi leikur hér, Kári og Þróttur frá Vogum. Það er heilumferð í lengjudeild karla. Framarar eru 2-0 yfir gegn Magna. Keflavík að kjöldra Víkinga frá Ólafsvík 3-0. Þór Akureyri vann Leikni frá Fáskrúðsfirði 3-0. Síðan er 0-0 hjá Vestra og Leikni Reykjavík. IBVF er 1-0 yfir gegn afturheldingu í hálfleik og Þróttur Reykjavík og Grindavík sáleikur er nýhafinn og þar er staðan 0-0. Og þetta er komið af stað. Og það eru Þróttarar sem að hafa boltan hérna á sínum eigin vallarhelmingi. En Káramenn byrja þetta af krafti eins og vanalega kemur langur bolti fram sem að siglir aftur til Dino Hodzic. Nú Ragnar Þór Gunnarsson er skamaður. Hann hefur komið hérna áður og spilað. Það reyndar ekki, ég sá Ragnar Þór Gunnarsson sem ég hélt. Það eru nokkri það eru 2 hérna frá Akranesi sem að maður kannast við og þetta er annar þeirra. Garðar rétt missir af boltanum hérna. Hilmar hérna í baráttu við Sigur Gísla Snorrason og kemur boltanum út af. Ragnar kemur og tekur innkastið. Andrew James Pugh fyrirliði Þróttara. Garðar fær boltan hérna, komið sterkt í bakið á honum og dæmt aukaspyrna á Ethan James. Patterson í miðri vörninni, Patterson og Pugh. Eins og ég segi, það eru ekki áhorfendur leiður hérna, þannig að áhorfendur eru vinsælast bara beðnir að gefa sér tíma til að afrita slóðina á þessa útsendingu og deila á sínum samfélagsmiðlum. Það væri voða vel þegið og örugglega fáið þið ekki síður þakkir frá ykkar vinnum fyrir það. En Rafal í markinu kemur hér með spyrnuna fram. Guðfinnur skallar hann á fram. Og gert hjá Patterson fyrirgefi. Skallar þetta út fyrir Guðfinnur fær hann úr innkastinu frá Hilmari. En þetta er lesið af Júlíus Jóla. Hilmar kastar langt núna hérna inn á Leo. Hann tilbaka á Dino, pressa á hann. Einar Logi, einnig undir pressu. Þróttar að pressa hátt en vel gert Leo. Ólafur Karel skiptir yfir. Þróttarar fara í hápressu allavega svona ákveðnum augnablikum, svo falla þeir tilbaka. Hilmar snýr við. Guðfinnur fær hann frá honum. Finnur Pál sindrar hann ekki nógu nákvæmt. Örn Rúnar vann á honum boltan. Skiptingin yfir til hægri, Rolfur. Nei, ekki orða Rolfur, þarna er Rolfur. Pjú kemur með hann langan hérna yfir á vinstri kantinn á Ragnar sem að skallar hann tilbaka á Júlíus. Hann svo tilbaka á Patterson. Boltinn fram á Júlíus, hann framlengir.
Já, Sigurður með Ragnar með sér úti vinstra með, hann kemur sér með boltan fyrir og Leo setur hann aftur fyrir, stútar einum spritbrúsa eða svo. Og fyrsta hotspinnan í leiknum og það er Sigurður Gísli sem að tekur hana. Allir Káramenn nema Garðar Bergmann að verjast þessu. Boltinn inn á fjær, Dino rétt missir á honum og þetta er skallað aftur fyrir, sá ekki hver það var. Og Sigurður fer bara yfir og tekur það hornið aftur hinum megin frá. Lífleg byrjun hérna hjá gestunum. Alexander og Július eru hérna fyrir utan teginn, boltinn út í teginn. Það er Patterson aftur út á Sigurð. Sigurður reynir að finna fyrirgjöfina, finnur ekki, finnur Július hérna fyrir utan. Hann reynir að koma honum inn á teginn. Ólafur Karel kemst í boltan og leggur af stað. Alexander setur hann upp í hornið á Ragnar sem er búinn að vinna boltan aftur og Andri Júl keyrir hann niður. Og Andri ekki sáttur en ég held að þetta sé óumdeilanlegt. Og Sigurður Gísli kemur enn eina ferðina í þetta fasta leikadriði. Og henn er það Káramenn allir tilbaka nema Garðar. Varnarlínan nokkuð framalega, koma sér á vítateginn. En eru nokkrir hávaxnir hérna Þróttararnir, boltinn inn á fjársvæðið og þar er Pjú með skot rétt yfir. Sjáum þetta hér, gríðarlega fast skot og þetta var vel útfærð spyrna og ekkert svo langt yfir. Einar tæpa sendingu hann, hann fór beint í Alexander en Mikael kemst í boltan, færa hann aftur síðan frá Leo. Mikael með langan bolta fram, Garðar eftir, hann er fljótari heldur en Pjú er nú samt næra ánu boltanum og setur hann út af og innkast. Boltan kemur hann aftur á Mikael en þetta er allt og innanlega og engin Káramaður hérna í baráttunni við Rafal sem að kastar hann út á Patterson. Ragnar tilbaka á Pjú út til hægri á Alexander, fín pressa hérna. Einu stofri grimmur hana. Pjú með langan bolta upp í vinstra horni, Ragnar Þór tekur hann með sér en Hilmar kemst í boltan og Einar síðan sultuslagur á andra. Hilmar eftir á Einar, sjáum að Þróttarliðið pressar mjög hátt á vellinum, vinna síðan boltan hérna Július. Þá Alexander, hann á Hrólf. Nei, hann Alexander. Dagur Guðjónsson hann að einum meginn er að rugla saman við aðra. Sigurður snýr af sér Guðfinn hérna. Guðfinnur kemst aftur fyrir hann og Dagur inn á teginn. Sigurður, Leo er í bakkinu á honum, hann næra hælan fyrir en Einar Logi vel með á nótunum. Pjú skallar hann fram. Eli Stóri gerir þetta virkilega vel, kemur hann á Mikael. Mikael aftur á Eli, nei þetta er Pállsendrinn á Einar Logi.
Hilmar Guðfinn Stóri með góða sendingu hérna Garðar sem hefur smá plás. Páll Sindri tekur hlaupið inn á tegin en hann misskildi aðeins, eða Garðar misskildi hlaupið hjá honum. Páll Sindri í rauninni feikaði hlaup á nær og fór sig inn á fjær en Garðar féll fyrir gaphreyfingu Páls. Kemur hár bolti fram. Ólafur Karel skallar hann út til vinstri og Mikael setur hann út fyrir Dagur með kastið á Alexander. Glæsilega gert hjá honum, hann kominn hérna inn fyrir vörnina inn á tegin, fer í skotið og Dino fer hann í stöngina, síðan fyllt eftir og það stöngin inn. Það Sigurður Gísli, sýnist mér. Já, þetta skulum við sjá aftur. Já, byrji vanda nú aðeins hérna framan á þetta hjá mér. Sjáum hvort við getum ekki eitthvað bjarga því. Sjáum hérna fær Alexander boltan úr innkastinu. Fer inn fyrir og Dino vera fyrst í stöngina og síðan það, nei, það ekkert Július heldur það Viktor Smári Segata sem skorar þetta mark. Já, þetta var ekki það sem þetta var ekki alveg það sem Káramenn vildu. En Káramenn konur inn á tegin hérna núna, Páll Sindri með skotið en það framhjá. Pressað hérna á Garðari, kemur boltan á Pál Sindra, hann út á Andra Júl. Andri nálgast vítategin, fer fram hjá einum, lendir síðan hérna á Erni Rúnari, engin aukaspyrna dæmd. Hilmar setur hann inn á fjær, þessi oflangur, þeir skalla frá af Alexander, nei af Degi. Mikael með boltan aftur inn á tegin, Elís Dofri. Aftur út á Mikael, hann finnur Ólaf Karel, Ólafur Karel fer í skotið af þá nokkur færi en auðvelt að verja þetta fyrir Rafal og þá við sjá aftur þetta skot hérna. Já, Ólafur Karel, þetta af löngu færi, það þarf að vera mjög gott til þess að boltinn inn á tegin og verðast þessu nokkuð auðvitað. Skipting yfir til hægri, Mikael skalla frá, Elís á Guðfinn. Það var aðeins vaknað við þetta heimamenn. Hilmar finnur Pál Sindra, Páll með fína snertingu þarna, tilbaka á Guðfinn. Guðfinnur á Ólaf Karel. Nú það Þróttarar pakka hérna, falla vel tilbaka. Garðar fær boltan hérna, smá miskilningur aftur milli hans og Andra. Kemur síðan langur bolti fram frá Ragnari og Viktor eldir en á aldrei möguleika á að ná þessum.
Það hefur gjörbreyst leikurinn við þetta mark. Þróttarar sóttu markið og bakka svo. Þannig að svona bragurinn á leiknum allt annar. Sendingin frá Ólafi Karel ekki góð. Hrólfur með langan bolta fram. Viktor í baráttunni, hann dæmdur rangstæður. Einar Logi annars var nú með þennan skallabolta alveg klár. Já, það fullt að gerast. Haukar búin að jafna gegn Völsungum. Þar korter eftir. Njarðvík 1, Selfoss 2. Þar líka korter eftir. En hér kemur langur bolti fram. Hrólfur tekur hann að kassan. Pollróluður. Kemur Alexander. Hann út á Dag. Dagur síðan að leita Viktori. Og engin rangstæða dæmt þarna. Boltinn aftur inn fyrir Viktor á fleygiferð. En þetta þröngt fyrir hann næra leggja hann út í tegin og Guðfinnur hreinsa frá. Við vildum nú fá rangstöðu þarna Káramenn á Sigurður Gísla. En fengu ekki. Keflavík komur í 5-0 gegn Víkingi Ólafsvík. Hvorki gengur niður ekkur hjá Gauja Þórar. Ragnar Þór með langan bolta inn á tegin. Pjú nær ekki til hans. Boltinn út á Andri. Stuttspil við Garðar. Sendingin á Garðar aðeins fyrir aftan hann en þeir halda þessu vel gert. Vel spilað hjá Káramönnum hérna. Leo. Ólafur. Lyftur honum út til hægri hérna. Hilmar tekur við honum. Gerir þetta vel. Guðfinnur. Reynir að finna Elís Dofra. Boltinn leikur í gegn. Elís Dofri pressar á Pjú sem að losar hann út á kant en þar Mikael. Mikael tekur á rás. Reynir að koma honum áfram. Vill fá hendi þarna. Fær ekki. Ólafur Karel skiptir yfir á Hilmar. Þarna vilja hann aftur frá hendi og enn einu sinni fá ekki. Kemur langur bolti fram. Einar í mikli baráttu hérna við Sigurð og þarna nú togað í treyjuna hjá honum. Viktor aftur á Sigurður í færið. Dino Ver. Þetta ekki búið. Alexander. Já, Viktor leggur hann síðan út og það skot sem að Dino Ver. Sjáum hérna. Fyrst þetta, sjáum við peysutóið algjörlega augljóst, ekki dæmt. Og síðan kemur skotið sem að Dino varði. Og það er gult spjald á varamannin Marino Hilmar fyrir mótmæli, greinilega. Hefur eflaust verið að benda mönnum góðfúslega ef ég þekki Marino rétt á þetta peysutók sem átti sér stað þarna og við sáum mjög greinilega í mynd. En þetta er eitthvað sem að dómararnir missa af hreinlega. Þeir eru mannlegir eins og við hinn. Kemur boltinn Lárin á tegin, Pjú hótar skotinu, fer síðan í skotið þær í varnarmann, þeir ná að koma þessu fram. Boltinn aftur inn á tegin, Viktor ekki rangstæður, vilja fá rangstæður en fá ekki. Og Elís Dofri náði að fara, komast fyrir þetta skot. IPVF komnir yfir gegn afturheldingu 1-0. Í lengjudeildinni. Fyrir skapið á Káramönnum hversu langan tíma þeim finnst þetta að taka þessi innköst. Elís Dofri kemur með hann hérna út, Ragnar Þór hins vegar stígur hann út og sækir þessa aukaspyrnu. Náði að komast þarna fram fyrir Atli dómari, ekki neinu afa, þetta var reynsla hjá Ragga. En Þróttarar meira ógnandi í sínum aðgerðum
Sigurður með boltan inn á fjær, Dino fer út í þetta og grípur hann snöggur að koma þessi leik, kannast maður við Káraliðið, Andri á flegiferð, Páll Sindri með honum inn á miðunni, sem hún séðan út á Mikael, fær hann aftur, en Þróttarar gríðarlega fljótir aftur fyrir boltan. En langur bolti yfir á Hilmar séðan út á Guðfinn, nú eru rauða treyjur í teignum. Elís Dofri lyftir þessu út til vinstri á Mikael á Andri út á Páll Sindri lyftir þessu yfir á fjær, það Elís Dofri sem skallar hann aftur út á Guðfinn, en hann setur hann fram hjá. Já, þetta var ágætis sóknar uppbygging hérna hjá Kára, létu boltan ganga hérna hægri vinstri og síðan þetta vel gert en skotið ekki nákvæmt. Mínútur liðnar og staðan 1-0 fyrir gestina. Viktor fleitir þessu áfram, Einar Logi nær valda á boltanum og setur hann tilbaka á Dino. Haukar komnir yfir gegn Völsungi 2-1 eftir að Völsungar leiddu. Guðfinnur reynir langan bolta hérna inn fyrir á Andra, en Rafal vel vakandi og heyrðir hennan upp. Og þessi beint upp í loft. Og þá boltanum spyrt til Káramanna. Einar Logi tekur við þessu. Ólafur lyftir þessu út til hægri, þessi aðeins og hár. Kemur innkastið frá Ragnari, beint á Einar. Þarna kom hörku tækling frá Ragnari. Fyrst samstuð hjá Einari Loga, en það var nú, og það aukaspyrna dæmt sem að Káramenn eiga, og við skulum sjá þetta aftur hérna. Kemur fyrst hratt innkast sem Einar Logi les, og þarna lenda þeir saman og við tók nú ekki eftir í hvort hann fekk spjald, ekkert gult spjald þarna. Þá held ég að Ragnar Þór sé nú stálheppinn, en sýndist þarna Júlíus sem alltaf mistiða sig þarna í þessari návíi sínu við Einar Loga. En Ragnar Þór held ég heppinn að sleppa við gult spjald þarna. Þetta er kannski hættuleg lína, ef að þetta er línan sem að Atli dómari ætlar að taka. Einar Logi tekur hann niður, lyftir honum á Garðar fleitir honum áfram á Guðfinn sem að fleitir honum síðan aftur á Elís Dofra, en Ragnar sterkur. Sendingin hins vegar beint á Hilmar. Hann finnur Ólaf Karel sem gerir þetta vel. Garðar lætur hann vera hérna. Elís Dofri var klár í hlaupi fyrir aftan. Einar Logi pínu kærulaus hérna. Viktor er sloppinn í gegn og Dino út úr teignum. Og þarna eru Þróttarar eitthvað að kvarta. Veit ekki alveg hvað það er yfir hverju. En Einar Logi var ekki greinilega með á nótunum hérna að Viktor væri á leiðinni í hlaupið. Og í rauninni rétt náði að bjarga sér fyrir horn hérna, bótt honum tilbaka á Dino og Dino vel vakandi. Páll Sindri kemur hérna á strauginni inn á miðsvæðið út á Andra sem er búinn að draga sér vel tilbaka. Mikael á Andri með boltan inn á teginni, þetta er beint í fangið. Þá skulum við kannski sjá aftur þetta þegar að Þróttarar voru við það að sleppa í gegn. Sjáum hérna Einar rétt næra pótunum hérna frá Viktori. Ég veit ekki alveg hvað Þróttarar voru að biðja hérna. Ekkert sem að sá við þessu, og þarna er eitthvað að gerast. Og einn Þróttara liggur á vellinum. Sjá hvort ég verið með þetta.
Páll Sindri fer þarna í hann en hleypur hann niður hana og hann kvenkar sér en ekkert spjald á loft og ekki aukaspyrna held ég heldur hvort þið hann held ekki alveg. Dalvík Reynir búin að minnka munn í 2-1 gegn Kórdrengjum. Leiknismenn búin að minnka munnin í 5-1 gegn Þór eftir að hafa Grindavík konur yfir gegn Þrótti Reykjavík í lengjudeild karla 1-0 í Reykjavíkinni. Þetta kvennalið Breiðabliks þvílík mulningsvél 7-0 yfir gegn Þór Káa. Ekki ennþá búin að fá á sig mark í deildinni. Held ég sé að fara rétt með. En Júlíus Óli fer hér að velli að þetta lítur ekkert alltof vel út. Hvort að hann hefur fengið högg hérna á síðuna eða hvað. Það er Pjú sem ætlar að taka þessa spyrnu. Sýnist hann ætlar að taka hana langt. Tekur sér góðan tíma í þetta. Kemur með hann langt áttina Viktori sem að vinnur skallan. Og Sigurður, nú er hann dæmdur rangstæður. Það er annar leikur í Pepsi Max deild kvenna Fylkir og IBVF. Það er staðan 1-1 þegar að 4 mínútur eru eftir. En hjá okkur er það önnur deildin sem að við erum svona með kastljósið á í dag. Garðar tilbaka á Pál Sindra. Aftur á Ólaf Karel sem er hérna búinn að koma sér fyrir á milli hafsendana. Einar kominn hátt upp á völli núna. Hilmar á Andra sem að vippar honum aftur inn fyrir á Hilmar en Ragnar Þór kemst þarna fram fyrir hann og reynsar þetta frá. Guðfinnur á Pál. Páll á Andra. Þróttalið leggst djúpt niður enda einum færri núna en ég sé það Júlíus Óli kominn inn á aftur en hann kvenkar sér mjög. Kemur síðan langur bolti hérna fram, Dino út úr teignum. Kemur þessu ekki lengra en á Sigurð. Sigurður leitar að skotinu, Einar Logi gríðarlega sterkur þarna. Einar síðan með langan bolta yfir til vinstri en Hrólfur vel með á nótunum. Elís Dofri þarna var klár og Júlíus er lagstur aftur út við hliðarlínu. Hann hefur fengið högg á mjöðmina þarna og það getur verið algjörlega lamandi. Mikael tilbaka á Ólaf. Skiptir yfir á Einar Loga. Nú voru Káramenn aftur einum fleiri. Það var að koma skipting hjá Þrótturum. Boltinn inn á tegin. Hilmar, Andri nær að taka með sér eða hvað. Patterson hefur betur. Einar Logi skotið. Fer í Pjú. Páll Sindri á Einar. Þjarma Káramenn að þeim. Ánvestóa ná að rjúfa varnarmúrinn. Svo vel sé Páll Sindri á Andra sem að lætur hann fara eða missir á honum. Og boltinn aftur fyrir Selfyssingar komnir í 3-1. Búin að innsigla sennilega sigur gegn Njarðvík í Njarðvík.
og okkar maður Dean Martin eflaust helsáttur með það. Andri keyrður hérna niður af Patterson og nei, það er bara aukaspyrna, ekkert spjald. Þetta var nokkuð hraustlegt. Andri svona sæmilega sprækur sýnist mér eftir þetta og það er skipting af velli fer Júlíus Óli og í hans stað Júlíus Óli Stefánsson að fara að velli og í hans stað kemur við komumst að því eftir augnablik. Páll Sindri með boltan inn á tegin. Andri skallar hann aftur fyrir. Pugh kemur hann segjan frá og þarna er það varamaðurinn Andri Már Hermansson, númer 8 í baráttunni en Elís lendir þarna í ofmörgum þrótturum og að leysa þetta vel. Örn Rúnar út til hægri en frábær tækling á Elísi. Já, Guðfinn Hilmar á Garðar. Garðar nær að snúa, kemur á Guðfinn. Hann á Elís Dofra, aftur út á Garðar en þá missar hann stjórn á boltanum. Það er vel gert hjá Viktori. Setur hann tilbaka þarna á Alexander sem að setur hann séðan út á Sigurður á móti Einari Loga. Köttar inn á, fer í skotið en Dino verður þetta nokkuð auðvitað. Kemur með hann fljótt fram, Hrólfur. Já, þeir verjast þessi Þróttarar. Og aukaspyrna hérna dæmd á Pál Sindra og kannski sjá aftur hérna skotið frá Sigurði Gísla. Fer hérna bara í árásina á Einar Loga en þetta er aldrei hætta fyrir Dino. En aukaspyrna sem að Þróttarar eiga og Sigurður Gísli tekur hana og snöggir að taka þetta bara stutt. Sigurður kominn inn á tegin, vel gert hérna hjá Elís Dofra og síðan á undan í boltan, skýlir honum, kemur honum á Páll reynir að finna Andra, tekst ekki. Alexander í skotið, það er himinn átt yfir. Dino tekur þetta hérna út á Hilmar, hann finnur Einar. Svona halvpressa hjá Þrótti núna. Viktor er svona einmann í inni. Skiptir yfir á Pál Sindra. Tekur hann vel á kassan hérna. Páll. Karel stutt á Andra. Andri síðan á Einar Loga sem er fann að lauma sig hérna. Nær og nær vítatekning, kemur með hann inn á tegin. Patterson skalla frá. Mikael tekur frákastið. Finnur Elís Dofra sem að missir boltan hann í augnablik en nær honum aftur, kemur hann á Leo. Leo skiptir yfir á Einar. Þetta er Ólafur fyrir gefiði. Hilmar kemur með boltan fastan fyrir. Patterson skalla frá. Andri tekur hann á kassan. Tekur hann að nokkra gafbreyfingar út á Hilmar aftur. Hilmar fer í árásina á Ragnar. En Ragnar gerir þetta vel og Patterson kemur síðan og setur hann út af. Það er Örn Rúnar sem að gera það reyndar. Andri með lausan inn á tegin sem að Patterson skalla frá. Sigurður brýtur síðan af sig hérna. Lítur á Guðfinni. Keflavík. Það gengur hvorki rekur hjá Víkingi Ólafsvík. 6-0 undir gegn Keflavík núna í Keflavík. Frábær tækling hérna hjá Mikael nálgast tegin, finnur Garðar sem að nær ekki að koma honum aftur á Mikael hérna í þrýtingsspilinu.
og hann fór boltinn í loftið og kemur Pjú og setur hann á Leo. Leiklokið á Ásvöllum, Haukar með 2-1 sigur gegn Völsungi þar. Njarðvík býður lægri hlut gegn Selfossi á heimavelli 3-1. Staðan á Dalvík ennþá 1-2, ekki lokið leik. Kórdrengir að vinna þar. Garðar fær boltan hérna inn fyrir, hann rangstæður, jú. Hann var beið með flaggið þangað til að Garðar snert hann. En Ólsararnir búnir að minnka munin í 6-1 í Keflavík. 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Káramenn ekki náða að opna Þróttarana almennilega ennþá. Ekki náða að skapa sér þannig séð hættulegt færi. Það frekar Þróttarar sem að hafa skapað sér meiri hættu og náða að uppskera með marki. Hilmar Andri tekur streyið upp í hornið en Hilmar gefur ekki á hann. Ólafur tilbaka á Leo. Leo út til vinstri á Mikael. Andri pressar á hann. Rolfur gerir þetta vel, tækla boltan hérna út fyrir og innkast sem að Káramenn eiga upp við hornfána. Elistári fær hann úr kastinu. Að snúa, kemur hann út á Ólaf. Hann á Guðfinn. Guðfinnur skiptir yfir til hægri á Hilmar. Hilmar, nógan tíma í fyrirgjöfina. Þessu fleytt áfram af Patterson sýndist mér og hornspyrna. Já, fyrsta hornspyrna Káramanna í leiknum. Ef mig misminnir ekki. Og Vestri að vinna Leiknir Reykjavík 1-0 fyrir vestan, en Káramenn hér. Guðfinnur Þór Leósson sem að kemur með hana inn á nær og þetta skallað í horn. Sýndist Elís Dofri vera hana við það að ná að sneiða boltan hana fram hjá varnarmanni. En önnur hornspyrna. Guðfinnur kemur núna með hann á fjær, þetta full langt. Hilmar nær hann að halda þess inn á, gerir það eða hvað? Nei, hann gerir það ekki. Ekki nógu góð spyrna hjá Guðfinni þarna. Held að hann viti að manna best. Kemur auðvitað út til vinstri, Guðfinnur vinnur skallan. Alexander vinnur annan boltan. Mattisson reynir að lyfta fram. Viktor næra fleytunum áfram en hann tæmdur rangstæður. Káramenn snöggir að taka þetta. Hilmar á Andra. Andri sér Elís Dofra hérna á hlaupinu. Rolfur skallar þetta frá. Dagur á Alexander. Og engin aukaspyrna dæmt þarna. Elís Dofri næra á honum boltanum. Löglega Matti Atla dómara. Mikael tilbaka á Ólaf. Ólafur lítur upp, kemur honum inn á teiginn. Pjú kemur þessu frá. Þróttarar ætla að verja þetta forskot fyrst og fremst. Það algjört forgangsmál hjá þeim, virðist vera. Ólafur Karel búinn að vera mikið í boltanum. Já, Kára. Þetta slökk sending hjá Ólafi. Þeir komast inn í þetta. Sigurður. Viktor tekur hlaupið.
Sendingin kemur og seint, Sigurður verður að fara áfram sjálfur og Einar í baráttunni, Viktor, það er núna rangstæða dæmt, veit ekki alveg með þetta, mér sýndist það nú vera Einar sem átti snertinguna hérna inn á Viktor, en heimamenn kvart ekki yfir þessu. Það er lygilega margir í stúkunni hérna á áhorfendalausum leik. Flestir í Þróttarklæðum, eru greinilega margir í stjórn eða með stóran leikmannahóp sem að færa að koma hérna á þetta. Ég veit ekki alveg hvernig reglurnar eru með þetta. En það er allavega fleiri áhorfendur í stúkunni hér heldur en voru á Hlíðarenda í gær. Þetta ég geti sagt með nokkur í vissu. Og Ragnar skallar þetta frá. Út af, akkurat 5 mínútur eru eftir af fyrri hálfleik. Hilmar og Guðfinn, hann á Pál Sindra með fallis hreyfing hjá honum hana, skiptir yfir, er ekki nákvæm sending, er Mikael með til boltans á Ólafur undir mikilli pressu hana og ólöglega pressaður hana Alexander, Þróttarar brjálaðir og þar með talið Hermann Reiðarsson, en varamannabekkur Þróttara hefur greinilega leyfi til þess að aðeins að láta í sér heyra. En eitt spjald komið í leiknum og það var á varamann Kára, Marin og Hilmar. Garðar fer í skotið og það er ekki erfitt fyrir Rafal. Sjáum þetta kannski aftur hérna. Þeir eru aftur af löngu færi og hann sér hann allan tíman. Garðar fellur hér við, fær ekkert. Hilmar lyftur þessu inn á teiginn, Elís Dofri í baráttunni við Pjú sem að hefur betur. Kemur síðan löng hreinsun fram sem er of löng fyrir Sigurð Gísla. Leik lokið á Dalvík, Kórdrengir halda sínu striki á toppi annarra deildar. Konur þá í 23 stig. Hilmar á Andri aftur á Hilmar. Hilmar komir hérna núna inn á miðjan völlinn, setur hann yfir á Mikael kemur síðan inn á miðjan völlinn líka. Garðar. Elís út á Pál Sindra, Páll á Andra, hann tilbaka og Ólaf Karelsen fer í skotið og þetta var öllu meira út í hornið. Skemmtilega spilað hjá Káramönnum. Náðu þeir aðeins að taka hlaup til þess að riðla vörninni, en þetta er aftur á enn af töluvert löngu færi og hér er Örn Rúnar Magnússon lagstur. 4 leikjum lokið í lengjudeild karla. Fram vann Magna 3-0, Keflavík vann Víking Ólafsvík 6-1, Þór Akureyri vann Leikni Fáskrúðsfirði 5-1 og Vestri sigraði Leikni Reykjavík 1-0. 2 leikir ennþá í gangi. Þróttur Reykjavík er að tapa 2-0 heima fyrir Grindavík og þar er alveg að detti í hálfleik og IBV fyrir að sigra Afturheldingu 1-0 þegar 3 mínútur eru eftir. En Örn Rúnar Magnússon fer af velli. Þá er knötturinn látinn falla. Og Rafal Já, þeir taka sér tíma í innköstin. Hérna Ragnar Þór kominn núna yfir á hægri kantinn. Kasta langt inn á teginn. Þetta er yfir Óla Karel.
þeir ná að Sigurður í mikilli baráttu Guðfinn sem að næra á honum boltanum. Ólafur út á Andra, fullt af mönnum yfir vinstra megin, þessi sending ekki nógu nákvæm með hvað, Elís Dofri eldir þó. En Andri varamaðurinn kemur tilbaka á Rafal sem að neglir honum langt fram. Og Leo, já, gerir þetta vel, finnur Guðfinn. Hilmar skiptir þessu yfir, Garðar rétt missir af honum og Páll Sindri nær ekki til boltans en hann fellur við. Kemur sér langur bolti fram, Leo les þetta vel og kemst í boltan á undan Viktori Smára af markaskorara þeirra Þróttara. Hilmar með skiptingun yfir, Elís Dofri þarf að elda hann í baráttunni við varamannin Andra sem að kemur hann séðan út fyrir. Þegar leiktíminn að renna út hérna í fyrri hálfleik. Já, nú eru þjálfara Þróttara ekki alveg sáttir við hvað þeir eru liggja aftarlega. Andri með glæsilegan snúning. Finnur Pál Sindra. Pál, það gríðarlega þéttur þessi varnarmúr hérna. Það eru 9 menn fyrir aftan boltan, fyrir utan markurinn. Rafal Pattersson losar þetta út en ekki lengur en á Einar Logi. Á Pál Sindra fær hann aftur. Tekur með Kuðmenn á vinstri og skotið laust. Og þá hlýtur nú Atli Haukur Arnarsson dómari að fara að flauta þetta af. Það reyndar var nú töluvert meiðsli og annað hérna í fyrri hálfleiknum. En knötturinn upp í rjáfur. Pjú losar þetta langt fram á Dino Hodzic. Leo kemur með hann langan fram, Andri Júli í hlaupunum, Pattersson á undan honum. En Andri gefur það ekkert eftir, Hrólfur kemur síðan og hjálpa til. Sigurður finnur Viktor eða hvað, nei, Einar Logi gerir þetta gríðarlega vel. Hilmar fer á stað, missir hann svolítið frá sér en Ragnar Þór kemst fram hjá honum hérna, vel gert hjá Hilmari en síðan kom Dagur og hjálpaði til. Ólafur og Leo. Elís kæruleysleg sending tilbaka, Viktor Smári komin hérna 1 á 4. Einar Logi til varnar, nær að tækla þetta frá honum en hann lætur hann ekki fara. En þá með boltan, Elís Dofri komin hérna líka í pressuna. Boltin tilbaka á Sigurður reynir að komast fram hjá Guðfinni sem að tekst og kemur honum aftur á Viktor Smára sem að þá flautað til hálfleiks eða hvað. Já, það bara þannig að leikurinn er búinn. Og þá tökum við okkur hlé hérna einhverjar 15 mínútur á meðan að leikmenn og dómarar drekka teið sitt og við komum aftur með síðari hálfleik í þessum gríðarlega spennandi leik hérna eftir, eins og segi, 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, þá síðari hálfleikur framundan og fyrir að hefjast, en það kannski væri allt í lagi að fyrir þá sem að koma að skjánum, ef þið voru að klára eitthvað annað streymi eða einhvern annan leik, þá getum við kannski rifjað upp með ykkur þetta mark sem Þróttarar skoruðu, Viktor Smári sem að gerði það eftir harða sókn. Þetta var strax á 10. mínútu, boltinn varinn hérna í stöng og síðan skorar Viktor Smári þetta fína mark og það eina markið í leiknum ennþá og engar breytingar í hálfleik að mér sýnist, en Káramenn þurfa að leikurinn reyndar umpólaðist eftir að Þróttarar skoruðu þetta mark. Þeir voru búin að vera mjög aggressífir í hápressu og uppskáru þetta mark, en eftir markið þá bara hættu þeir að pressa og bökkuðu og bökkuðu jafnvel full langt að heyrðist manni á þjálfarateyminu hjá Þrótti. En þeir náðu að verja markið sitt bara virkilega vel og Káramönnum gekk ekki að skapa sér marktækifæri, en þeirra marktilraunir hafa verið skot af löngu færi. En vonum það heimamenn allavega að Káramenn finni lausnir á þessu öllu saman. Það væri kannski þá ekki úr vegi einnig að renna yfir mannskapinn sem að spila leikinn. Hér það Káramenn sem að sækja. Elís Dofri tilbaka á Mikael lyftir þessu inn á teiginn. Guðfinnur tekur hlaupið inn á teig en nær ekki að taka með sér hérna. En Káraliðið hann skipaði í markinu Dino Hodzic, síðan í fjörumanna varnarlínu Mikael Rapp vinstri bakvörður, Hilmar Halldórsson í hægri bakvarðarstöðunni og Einar Logi Einarsson og Leo Örn. Hér kemur að skapa smá hætta. Leo með honum í vörninni, síðan á miðunni Páll Sindri, Guðfinnur Þór og Ólafur Karel. Síðan fremstu þrír Garðar Gunnlaugs, Elís Dofri og Andri Júl. En Þróttaliðið, þar Rafal Stefán í markinu, síðan það Andrew James Pugh og Hrólfur Sveinsson og Ethan James Alexander Patterson sem eru í miðri vörninni, þriggja hafsenda lína. Ragnar Þór Gunnarsson og varamaðurinn Andri Már Hermannsson sem kom inn á fyrir Júlíus Óla Stefánsson í fyrri hálfleiknum. Þeir eru bakverðir. Síðan eru þeir Sigurður Gísli Snorrason, Dagur Guðjónsson, Örn Rúnar Magnússon og Alexander Helgason á miðjunni, sem og síðan Viktor Smári Segata frammi og Sigurður Gísli Snorrason, hann nú svona í hólunni eða fyrir aftan hann. En Ragnar Þór skiptir hérna yfir til hægri og Dagur rétt svo missir á honum. Mikael losar þetta svo fram beint á Rolf, hann á Andra. Áhugaverð tilraun hann á Degi, tókst ekki. Mikael og Pál Sindra, hann á Ólaf. Káramenn þurfa mark og ekki væri verra að það kæmi bara fljótlega. En varnarmúrin bæði þéttur og vel skipulaður hjá Þrótturum, en það kannski fátt sem að Hermann Hreiðarsson, þjálfari þeirra, kann betur heldur en góður varnarleikur. Já, mesta sendingu, kemur síðan langur bolti fram, Ólafur Karel
velvakandi Mikael. Tilbaka á Leo. Eftir á Mikael. Ólafur færa frá Mikaeli. Páll reynir að stinga honum hérna inn á Andra Jól, tekst ekki. Ragnar kemst í milli, finnur Sigurð Gísla og Sigurður Gísli hérna liggur Páll Sindri eftir, hefur fengið hérna höndin á Sigurður Gísla í sig, en hann kemst alla leið í dauða færi og skulum sjá hérna kannski fyrst færi hjá honum hérna nær hann að komast. Þarna sjáum við þetta fyrra atvik en heldur síðan áfram með miklum krafti og hotspyrna dæmd. Ég veit ekki hvort að það sést nú ekki vel hvað gerist þarna en efast að það hafi verið nokkuð viljandi í þessu. Gefum okkur það að þetta hafi verið einfallega bara slys og þá Sigurður mættur í hotspyrnuna. Setur hann inn á miðjan Martin og það dæmd aukaspyrna. Dino Hodzic hindraður hérna. Klára menn ekki neitt að flýta sér. Skapaðist nú voru áhugaverð hlaup hérna fram eins og við þekkjum frá Kára fyrri tíð. Páll Sindri missir hann langt frá sér hérna. Dagur stelur honum á honum. Finnur síðan Viktor Smára sem fer í skotið og það vel yfir markið. Viktor Smári búinn að vera mjög hættulegur eins og Sigurður Gísli í þessum leik. Öflugur. Kemur Garðar finnur Elís Dofri nær að halda boltanum hérna. Góður stjórn á honum Mikael. Eftir tilbaka á Pál. Erfitt að finna leiðir fram á við, mikið að þversendingum. Kemur Einar Logi með hlaup til að reyna að sprengja þetta aðeins upp hérna. Finnur Andri síðan út á Hilmar. Hilmar þurfti aðeins að hægja á sér þarna. Kemur síðan fyrirgjöfin. Hún of löng og há. Og ekkert kemur út úr þessu. Það helst þegar að það eru tekin einhver svona hlaup úr vörninni eða eins og við sáum einu sinni fyrir áleik þvert hlaup hjá bakvörðunum sem að næra kannski aðeins að róta nóg í þessari vörn til þess að opna glufur. En það ber að rósa Þrótturum fyrir varnarleikinn, hann er gríðarlega öflugur. Andri með innkastið á Sigurð og Mikael reynir að komast fram fyrir hann, tekst ekki en boltinn hins vegar komið til Káramanna. Guðfinnur aðþrengdur og Dagur kemur út úr þessu með hann. Kemur Ragnar og Dag aftur. Patterson á Ragnar sem að kemur svo með hann langt fram en beint á Einar Loga sem að lasa þetta vel. Kemur Andra Jól og Ragnar búinn að brjóta nokkur sem af sér og einu sinni stálheppinn að fá ekki gult nokkuð snemma leiks. Það fór hann harkalega í Andra en aukaspyrnan bara dæmd. Leo á Mikael, þá kemur pressan frá Andra. Reka á tilbaka, Leo, sultuslagur, fullslagur, Dagur nær á honum boltanum. Ólafur Karel kemur til bjargar. Og innkast sem að Ragnar Þór Gunnarsson kemur og tekur. Getur tekið löngindust, kemur með það hérna og það skallað áfram af Pjú. Hann targetið hjá Ragnari alla jafna. Þetta tæp sending, Dagur kemst á milli, kemst í skotið og Dín þarf að hafa sig alla við að verja þetta.
Þróttar er búin að vinna boltan aftur. Sigurður Gísli á Viktor. Viktor nær að snúa, finnur Alexander. Einar Logi mikill í baráttu við hann og Alexander fellur við og fær vítaspyrnu dæmda. Já, hérna hér, þetta held ég að verði að geta talist umdeilanlegt, en við skulum sjá það samt. Hérna fær Alexander boltan, þeir eru hér samsíða. Ég veit ekki með þetta, gott fólk, ég verð að segja það alveg svo er. En staðreyndin er sú að vítaspyrnan var dæmd. Og það er væntanlega Sigurður Gísli Snorrason sem að tekur þessa spyrnu eða hvað? Nei, það er Alexander sjálfur. Alexander Helgason. En hann þarf að fyrst að klára Dino Hodzic sem að er ekkert mikið fyrir það að fá á sig mörk og vítum. Og Alexander leipur að boltanum og hann er að setja hann vel út í hornið. Og kemur Þrótti í 2-0. Sjáum þetta víti aftur hérna, gríðarlega öruggt, en Dino var ekki langt frá því. Hann fór í rétt horn, en allt kom fyrir ekki. Já, Þróttarar helsáttir, helsáttir. En ómögulegt að, ég held að Káramenn eigi eftir að svona halda áfram að efast. En hér kemur Viktor, kemur honum á Sigurður Gísla, er bara alltaf hrynja hjá Káró núna. Sigurður kominn í dauðafæri, skot en Dino ver frábærlega, boltinn rekkur aftur út á Viktor Smára. Viktor heldur boltanum, kemur honum á Alexander, hann leitar að skotinu, finnur það ekki. Boltinn síðan á Einar Loga. Og hér er brotið á Garðari Gunnlaugs. Þá getum við séð aftur þetta fína færi Þróttara. Sigurður Gísli hérna kemst fram hjá Einari allt og auðvitað og Dino þarf að verja. Kemur langur bolti fram á Garðarinn, hann er flaggaður, rangstæður. Já, Alexander fékk vítið, skoraði úr því sjálfur. Ekki alltaf ráðlagt, svo sem að svoleiðis sé gert. Sjáum þetta hérna. Andri dæmdur rangstæður eða hvað? Já. Nei, þá er dæmd aukaspyrna hérna fyrst. Hann hefur byrjað að beita hagnaði. Og Káramenn verða nú að passa sig svo sem á því að missi ekki einbeitinguna, fari ekki að einbeita sér of mikið að dómgæslunni og einhverju slíku. Og það er reikistefna hérna. Dino stillir upp sínum varnarvegg en þeir eru að skeggræða þetta hérna, Alexander og Sigurður Gísli. Hver á að taka þetta ásamt Pugh, Andrew James. Pugh, Grindavík komnir í 3-0 gegn Þrótti í lengjudeildinni.
Alexander ætlar að finna Sigur Gísla þarna en Mikael vel vakandi. Alexander búinn að vinna boltan aftur og ætlar aftur að reyna að finna Sigur Gísla, tekst ekki. Elís Dóri kemst framhjá Andra en kemst ekki framhjá Sigurði Gísla sem að lætur Elís Dóri að heyra. Eitthvað að reyna að æsa menn upp en Elís Dóri gríðarlega dagfast prúður og ekki hægt að hagga mönnum eins og honum. Kemur Andri á flegiferð, Hilmar á ferðinni, Patterson nær að skýla þessu aftur fyrir og nú fer róðurinn að verða erfiður fyrir Kára því að Þróttarar að verjast alveg ótrúlega vel í þessum leik. Það verður bara að viðurkennast. Rafael spilning á markinu. Ólafur Karel misregnar þennan aðeins og Dagur síðan fær Leo í bakið og aukaspyrna dæmd. Sigurður Gísli koma varnar risarnir inn á Patterson og Pugh. Það er Pugh sem er skotmarkið. Hilmar setur hann upp í loft. Og Káramenn skilja honum til Þróttara. Pugh ætlar að setja hann langan fram sem hann gerir. Leo á Hilmar, hann skallar þetta inn á miðsvæðið, það er Páll Sindri, setur hann tilbaka á Ólaf sem aðeins snöggur að skipta yfir á Mikael. Þetta þarf að gerast svona, þetta þarf að gerast hratt. Mikael inn á miðsvæðið, Garðar tekur hann með sér, Garðar missir hann síðan frá sér og fer síðan í tæklinguna á Örn Rúnar og Garðar eflaust ekki sáttu með sig hérna. Þetta er aðeins touchið. Kemur Pugh með langan bolta upp til vinstri. Þar er Sigurður sem er búinn að vera gríðarlega mikilvægur fyrir Þróttarana í þessum leik. Gerir þetta frábærlega, kemst hérna á milli Hilmars og Ólafur Karels og upp að endamörkum en Einar Logi sér við honum og innkast dæmt. Þá eru fallið tilþrif hjá Sigurði. Dino á Einar. Ólafur á Guðfinn. Örn Gísli pressa vel á hann hérna. Og boltinn á Alexander og aukaspyrna dæmt á Guðfinn. Það er svona aðeins að hitna í kolunum finnst mér og í rauninni alveg magnað svona þrátt fyrir allt að það er búið að vera svona aðeins kergja og mótmæli og brot að það sé einungis eitt gult spjald komið á loft hér og það voru varamann í snemma í fyrri hálfleik og Sigurður Gísli með spyrnuna inn á teginn. Hilmar skallar þetta, fleytir þessu áfram aftur á bak. Dino snöggur að finna hérna Andra, hittir á hann. Andri nær að taka hann niður. Elís Dofri, sendingin ekki nógu góð. Andri les þetta. Mikael búinn að vinna hann aftur en Andri búinn að vinna hann aftur. Andri hérna á flegiferð, Páll Sindri tæklar hérna af krafti og hvað gerist nú? Átti þarna alveg klárlega möguleika á boltanum en þarna er gult spjald á loft. Það er svona sá svo sem í hvað stemdi hérna þegar þetta hlaup fór á stað. Sjáum hérna Páll ætla aldrei að láta hann fara neitt allt og langt en leikur þó boltanum. Skulum hafa það, halda því til að en kraftur inn í tæklingunni gerir það verkum að þetta er brot og þetta er spjald
En þá minnist maður nú kannski tæklingarna hjá Ragnari Þór í fyrirhálfleiknum. Þetta skallaði inn í tegin. Viktor Smári nær ekki að, nei þetta er ekki hann, þetta er Patterson, nær ekki að stýra þess að markið. Dino snöggur að líta upp en setur hann stutt á Hilmar. Ólafur Karel. Páll skiptir út í vinstri á Mikael sem er kominn framalega hérna. Finnur Andra. Andri. Færslurnar hjá Þrótturum eru góðar. Hilmar nær að næsu, já, hann nær að halda þess inn á og Elís Dofri fellur við og það er vítaspyrna dæmd. Elís Dofri náði að gera nóg til þess að koma sér framfyrir varnarmanninn þarna. Sjáum þetta var gríðarlega mikilvæg sprettur, sjáum sprettin á Hilmari hérna, halda allir að þetta sé á leiðin út af. Og Elís nær að koma sér hérna, já ég veit það ekki maður. En þetta var sótt. Og Andri fáir eins öryggir á vítapunktinum eins og Andri Júl. Sjáum þetta víti hjá Andra í mittmarkið og Rafal á engan möguleika fast uppi. Já, þetta er orðið leikur. Þetta er svo sannarlega orðið leikur. Andri Júliusson markahæstur Káramanna í sumar. Þetta er hans 7. mark í annarri deildinni. Þetta mark á 65. mínútu. Og þá er skipting hjá Þrótturum. Er það Sigurður Gísli sem er að fara að velli. Sýnist það. Og í hans stað kemur góður maður án efa. En númerið á honum sjáum við vonandi sem fyrst. En það eru alla líkur á að hann heiti já, ég veit það ekki. Við sjáum til númer 7 Andri Jónasson. Ég ætlaði að vera að segja það. Alla líkur á hann heiti Andri, annar varamaðurinn. Þarna vildi nú Garðar Bergmann fá eitthvað fyrir sinn snúð held ég. En fékk ekki. Þetta verður hörkuleikur. Viktor, þeir skalla þarna saman. Viktor og Leo. Viktor liggur eftir. Og sennilega réttilega dæmd aukaspyrna. Þá er Eggert Kári Karlsson og Ragnar Már Lárusson að koma inn á í staðinn fyrir Garðar Bergmann og Elís Dofra. Það verður að fá ferska fætur í framlínuna. Og þetta eru svo sannarlega ferskir og sprækir fætur sem er að koma hérna inn á. Gaman að sjá Ragnar Má aftur koma hérna. Eggert Kári búinn að vera á köflum í sumar. Frábær. Sjaldan síðan betri en þeir eru snöggir að taka þetta. Alexander með baki í markið Hilmar. Í mikilli baráttu með hann hérna. Alexander heldur boltanum. Eggert Kári hjálpaði hann aðeins til. Ragnar tilbaka á Patterson. Hann áfram á Pjú. Pjú séð með langan bolta inn fyrir og flaggið ekkert á loft. Jújú, flaggið fór á loft fyrir rest. Menn gefa sér góðan tíma í flögginn. Leikurinn kominn í gang. Hann leist ekkert á blikuna fyrir hönd heimamanna þegar að Þróttarar komist í 2-0. Kemur Leo með boltan upp í vinstra hornið. En kom langt fyrir Andra og Ragnar.
Andri, langt kast hérna. Andri, nafni hans og Sam varamaður. Grímur hérna og boltinn í innkast. Mikael vinnur þennan. Viktor Smári tekur hann niður, finnur Dag. Hann út á Andra Má. Við erum ekki að aðgreina á eitthvað nátt. Alexander út á Andra Má, aftur á Alexander, komin upp í hægra hornið. Alexander missir hann út af. Það er Mikael sem að miðar á hausinn á Guðfinni, finnur hann ekki. Viktor Smári, fyrstur á boltan. Leo undir pressu frá Andra, kemur hann á Dín og fær hann aftur. Páll Sindri, mikil pressa hérna hátt á vellinum hjá Þrótturum núna. Mikael, það er að finna sér innkast úr þessu. Allt þrengtur hérna. Kastið tilbaka á Dino, þetta er ekkert sérstakt. Mikael lætur hann fara og kemur langt innkast væntanlega á Ragnari Þór. Þeir Patterson og Pugh. Það hljómar svona eins og nafn á svona kannski svona grín podcasti. Patterson og Pugh, en hérna kemur kastið frá Ragnari, það er ekki á Samir, en þarna er eitthvað kæruleysi í gangi. Andri í dauðafæri, skotið í varnarmann. Eggert tilbaka á Hilmar sem að læra að losa hann fram, en beint á Dag, hann hins vegar setur hann beint á Pál Sindra. Eggert Kári kemst ekki fram hjá Erni Rúnari. Örn Rúnar ekki búinn að vera áberandi, en hann er þarna djúpur á miðjunni og vinnur alls konar skítverk sem eru nauðsynleg. Leo á Ólaf Karel, Ólafur finnur Eggert, Eggert á Andra, Andri aðþrengtur, nær ekki að finna samherja. Boltinn sér upp í loft. Tæpar 20 mínútur eftir. Káramenn ennþá inn í þessu. Leo. Páll Sindri kemur með djúpt hérna. Ólafur aftur á Leo. Leo á Pál. Páll síðan með þetta kunnustu við sem höfum fylgst með Kára lengi. Boltinn yfir á Hilmar, fær annan tjens í fyrirgjöfina. Guðfinnur er ekki að leggja hann fjármæla fyrir sig, en Patterson setur hann í horn. Þessi skábolti upp í hornið, gagnstætt horn. Þetta höfum við séð og sáum ekki síst þegar Páll Sindri var síðast að spila með Kára. Eins frá Sverri Mar, en hér kemur boltinn inn á teginn. Þetta er hreinsað frá, Dagur gerir það. Mikael ætlar hann að hlaða í skoti, nei hann gerir það ekki, lyftir honum inn á og Einar Logi fellur við, virtist vera tókað í hann hérna. Kemur stungusendingin fram, Alexander á fleygiferð, Mikael er á undan, kemur honum á Hilmar og Hilmar heldur honum inn á. Hilmar leitar af möguleikum, finnur Guðfinn, Guðfinnur og Ragnar að brjóta af sér ennina ferðina. Fer í Guðfinn hérna. Karin er búinn að taka þetta. Ólafur yfir á Mikael. Mikael og Ragnar Má sem fær hérna snertingaboltan. Dagur pressar stíft á hann. Leo heldur þessu lifandi. Boltinn á Andra sem að losar hann svo langt fram í áttina af Viktor Smára sem að nær boltanum á endanum.
Viktor á Alexander. Alexander með fína snertingar hérna, kemst í skotið og þetta reyndar töluvert framhjá þegar allt kom til alls. Sjáum að Dagur Guðjónsson búinn að vera að fá krampa. Þetta varðið ansi stífur, kemur langur bolti fram, allt á innanlega og Rafal ákveður að taka hann bara niður og taka hann síðan upp og kemur með hann, langan, ætlaðan, Viktori, Leo, hann er pínu einmanna hana. Mikael skiptir yfir á Eggert Kára, Patterson nær að trufla hann og boltinn tilbaka á Rafal sem er ekkert að flýta sér við þetta eðlilega. Nota á Ragnar, kemur sér með hann langan, Dagur í hlaupinu, Dino út úr markinu, Dagur er á undan í boltan eða hvað og þarna Dino í smá vandræðum, boltinn beint á Andra, hann á Viktor Smára en Dino er komin í markið aftur, boltinn inn á tegin, Einarlogi skalla frá, Leo síðan sparkar í Mikael og síðan er Viktor og Dino verð þetta með fætinum, De Gea stæl. Og enn er það Viktor Smári sem er að ógna hérna Páll Sindri. Sjáum þetta færi kannski aftur þegar að hægist, ef að hægist skulum við segja. Andri lyftir honum hérna fram, Pjú hreinsar frá, Örn framlengir, þá kannski náum við að sjá þetta færi. Mikill darraða dans og Dino verð þetta með hægri fætinum. Þá er önnur skipting. Hver er það sem að fer að velli? Það er Ragnar Þór Gunnarsson sem að slapp við gult spjald í þessum leik eins og mér hefur orðið tíðrætt og í staðan hans kemur leikmann nr. 13 Leo Kristinn Þórisson. Bjóðum hann hjartanlega velkominn. Hörkuleikur í Laugardalnum, Þróttur 2, Grindavík 4 þegar 11 mínútur eru eftir. En það er engin síðri hörkuleikur hér, gríðarleg spenna. En svo jafnan hefur verið í viðureign þessara liða. Hilmar tekur hann niður, sljótt sendingarna frá Leo. Hilmar reynir að finna samherjinn á tegnum, finnur reyndar Eggert Kára en hann var ekki alveg með á nótunum með því. Hann er grimmur hérna Eggert, nær boltanum, Páll Sindri og Alexander nær honum á honum. Síðan er það Andri sem að kemur þessu fram á Viktor sem að fær Leo eftir sér. Fín pressa hjá Kára sem að náði að uppskera boltan hérna. Ragnar Már nær ekki að taka með sér. Már með innkastið, Mikael kemur honum á Pál, Sindra og Örn Gísli, Örn Rúnar fyrirgefi sem að setur hann upp í loft. Pjú hreinsar þetta fram á Dino. Varnarlínan nokkuð hátt uppi hjá Þrótti og varnarlínu Káramanna virðist ekki vera meðvituð það. Þegar það er akkurat það sem Káramenn vilja. Það er há varnarlína. Kemur Leo með háan bolta sem að Pjú setur upp í loft. Mínútur eftir. Pjú kemur þessu fram á Dino. Dino á Óla Karel. Einar. Og þarna gerist eitthvað sem var ekki í mynd hjá okkur. Andri Jól steinliggur
og ég bara því miður var þetta ekki mynd hjá okkur en Andri heldur andlit sér. Það orðið einhver árekstur þarna. Vonum að hann sé ekki virðist vera svona þeir hafi rekið saman hann og Rolfur. Allavega Rolfur mikið áhugasamur að athuga með hann sem fallega gert. En það eru Þróttarar sem eiga innkast og það Dagur sem tekur það, komin í vinstri bakvörðinn í staðinn fyrir Ragnar. Reyndar alveg ótrúlegt að Dagur sé ekki sá sem að skipta út af frekar heldur en Ragnar Þór og Viktor dæmdur rángstæður þar sem að hann eins og spýtukall akkurat núna bara að krampa. Var það líka þegar skiptingin kom en maður sá ekkert athugavert við Ragnar Þór. En hér kemur langur bolti fram, Eggert Kári á fleygiferð. Þetta of innarlega. Sex sekúndna reglan eins og menn vita löngu dauð. Þannig að ég kalla eftir því að knattspyrnu fórustan bara skrifa hana út aftur. Ef það vont að hafa reglur sem ekki farið eftir í knattspyrnulögunum, segi ég. Og þetta orðið þannig að ef einhver dómari ætlaði sér að fara að gera eitthvað í þessari 6 sekúndna reglu með markmannina, þá hann bara útrópaður og kemur sér bara í tómt basl. Þannig að það annarkvort að breyta henni, lengja þetta upp í þessar 16-20 sekúndur sem þetta í reynd eða bara hætta þessu og láta bara dómara meta hvort að markmaður sé að tefja eða ekki. Dino pressað á hann finnur Ólaf en Alexander kemur hérna með fótinn hátt í Ólaf Karel og aukaspyrna dæmd. Ólafur stendur þetta af sér en tíminn vinnur nú ekki með Káramönnum. En við sjáum hérna aftur, því að þetta náttúrulega sést ekki í mynd, en varnarlína Þróttara komin töluvert miklu hærra á völlinn heldur en hún var hérna lengst af og þá það fyrir Káramenn að nýta sér það, því að það í rauninni spilast beint upp í styrkleika Káramanna. Þeir Ragnar á stað, það þrír í kringum hann. Erfitt, komin út af hliðalínu og vinnur innkast upp við hotfána sem Mikael Rapp tekur. Guðfinnur kemur, býður sig, fær hann, Mikael út á Pál Sindri. Sendingin tæp en hann finnur Ólaf Karel kemst fram hjá Andra. Einar út á Hilmar reynir fyrirgjöfina, fer í Dag og þeir ná síðan að koma boltanum aftur á Dag sem kemur svo með langa sendingum fram. Viktor eltir og nær þessum bolta. Leo til varnar, Ólafur Karel komin líka niður fyrir þetta. Boltinn út á varamannin Leo Kristinn sem kemur með hann fyrir markið en Einar Logi þá mættur. Og Hilmar vantar einhver góð hlaup hérna en vörnin dettur, fylgir vel niður með þegar Káramenn koma yfir miðju. Ólafur skiptir yfir á Mikael. Guðfinnur á Leo Einar. Já, vantar einhverja hugmynda aukið, það vantar einhvern hjá Kára sem stígur upp. Leo reynir að setja hann fram á Eggert Kára. Pattersson skallar hann út til vinstri, þar Andri. Páll Sindri komið niður. Andri á Alexander og sendingin upp í vinstra hornið. Andri
í miklu kapplaupi hérna á móti Ólafi Karel sem að hefur betur og Ólafur Andri kom inn hérna djúpt að sækja boltan eins og hann gerir jafnan. Þessu lyftur hann beint á Dag sem að skallar þetta auðvitað frá og á Andra. Fær hann aftur. Og Dagur tilbaka á Rafal. Andri mættur í pressuna þar, hann lyftur þessu út til hægri. Andri Már. Síðan reynir að finna framherjana, tekst ekki. Leo kemst fram hjá Andra Má. Ragnar Már skiptir yfir til hægri, Eggert Kári er þar. Dagur gerir þetta vel, les þetta vel og setur hann aftur fyrir í horn. 6 mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Og það er á Páll Sindri núna sem að ætlar að taka hornspyrnuna. Klárir Þróttarar! Páll kemur með spyrnuna, hún er út í tegin. Andri skallar þetta aftur inn að markinu og þeir ná að bjarga þessu. Hilmar skallar þetta aftur í áttategnum. Alexander kemur með hann hlaupandi út úr þessu. Mikael til varnar. Hann er með Örn með sér. Kemur honum yfir á Örn. Örn í skoti. Dín verður þetta með fætinum. Og hornspyrna. Það var hættulegt. Alexander gerði þetta virkilega vel. Tímasetti sendinguna vel en skotið ekki nógu gott. Dino varði. En hornspyrna sem að Þróttarar eiga. Og Leo gefur sér góðan tíma í þetta. Þetta liggur þeim ekkert á, tími vinnur með þeim og mark hérna frá þeim drepur þetta algjörlega. Boltinn út á Dag, aftur á Leo. Leo fer bara með hann út á hotfána. Það er ennþá 4 mínútur eftir hins vegar. Og það er Kári sem á innkastið. Þetta er mjög sérstakt með hávaxna menn inn í tegnum. Svona pínu hugsanarfeill myndi ég halda. Hilmar með slaka sendingu, hún er beint á Þróttara. Ólafur Karel hérna í mikilli pressu á, sé ekki hver það er Örn, jó. Hrólfur tilbaka á Pjú, hann með langan bolta. Þannig að vilja Káramenn fá rangstuð sem fá. Andri Jónasson hérna fyrir innan. Já, Káramenn farið að liggja svolítið á. Boltinn yfir á Mikael, Andri Már kemst á milli, finnur Viktor, aftur á Andra. Andri fer í skotið og Dino slæðir þetta út í tegin. Viktor fellur sig hann við og þarna vilja Þróttarar að fá vítaspyrnu og ég skil það bara ósköp vel. Já, vonandi náum við fáum kannski tíma til að sjá þetta aftur. Viktor liggur eftir og leikurinn gengur. Páll Sindri skiptir yfir á Hilmar. Það er nú eitthvað ef að Káramenn skoruðu upp úr þessari sókn. En þetta er dæmt síðan aukaspyrna á Hilmar Halldórsson. Og þá sjáum við aftur þennan darra dansirna. Andri Már kemst inn í þessa sendingu. Fær hann aftur, skotið er gott. En sjáum hérna, nei, það er ekki það. Leo getur ekki látið sig hverfa. Það vill nú til að Viktor er staðinn upp hérna án aðstoðar. Það er gott að sjá. 2,5 mínútur eftir, dæmt síðan aukaspyrna þarna á en þarna vil ég hrósa dómaranum fyrir að sjá þetta rétt. Og að hljóminn hlutdrægt þá held ég að þetta hafi ekki verið víti. Leo í rauninni stóð bara með fæturnar beint niður og gat ekki látið sig hverfa hann í völlin. Mikael reynir að finna Ragnar Má, tekst ekki. Örn lengir hann fram á Viktor. Viktor er að sleppa í gegn. Einar Logi hundeltir hann og Dino verður þetta og slæðir hann yfir. Viktor enn eina ferðina að gera Káramönnum skrávefu. Gerir þetta vel, fast skot með vinstri en það er beint á Dino.
og ætlar enginn Þróttar að taka hornið eða hvað? Jú, Alexander svona gerir sig líklegan. Þegar rúm mínúta eftir, Dagur býður sér stutt, setur hann aftur á Alexander sem að fer út á hornfána. Nær ekki að halda honum þar, Páll Sindri kemst fram hjá honum síðan og fram hjá Degi líka, broti síðan á Eggerti Kára og Þróttar að sparka boltanum í burtu. Og gult spjald á loft á Andra. Já, það hít í mönnum hér, Páll Sindri yfir á Leo, venjulegur leiktími við það að klárast. Páll á Ólaf Karel, Ólafur fram á Einar Loga sem er komin hérna í fremstu víglínu. Leo finnur Guðfinnur reynir að finna Einar Loga, tekst ekki og Þróttarar koma þessu fram. Viktor var á eigin vallarhelmingi þegar að þessi sending fór á stað. Vel gert hjá Mikael sem að vinnur vel tilbaka en þarf að gefa innkast sem að ekki gott þegar að leiktíminn liðinn. 90 mínútur komnar, eflaust ekki nema einhverjar 3-4 í viðbót. Andri Már tekur innkastið. Andra, hann vinnur annað innkast og nú hver sekúnda allt of fljóta líða fyrir heimamenn. Það Andri Jónasson sem að setur hann núna og Andra Má sem að reynir að finna samherja upp í hægra horninu. Alexander skallar þetta hérna upp í lofti. Leo skallar hann fram, Guðfinnur nær ekki til boltans, Örn gerir það. Leo aftur og Andri vinnur á honum boltan, fer síðan út í horn og reynir að fá aukaspyrnu hérna, fær ekki. Ragnar Már kemur út úr þessu. Ragnar Már út til hægri á Hilmar kemur á ferðinni. Dagur eltir hann, reynir að finna Andra. Hrólfur leysi þetta vel og heyrði boltan. Sendingin frá Degi beint í Hilmar, síðan kemur langur bolti fram sem Ólafur Karel enda með. Einar Logi ekki mikið skipulag á liði Kára akkurat eins og staðan núna. Það bara, hér Viktor væntanlega fyrir innan, hann það já. 1,5 mínúta komið fram yfir. Á Pál Sindra. Páll kemur sjálfur með boltan fram, lyftur honum út til hægri. Þetta framalega, Hilmar nær honum eins og kemur honum út í tegin, Eggert Kári og skoti í hliðanettið. Ég hélt að þessi var inn í saumir þá. Hörku skoti í hliðanettið. Pjú núna sem að sérum að spynna, hann spynnir langt. Ólafur Karel skallar hann tilbaka og Alexander sem að skallar hann síðan út af. 2,5 komna fram yfir, hvað ætla að séu 4 í uppbótartíma. Hafa verið skiptingar, ekki svo sem mikið tafir að öðru leyti. Patterson, ég held að Þróttarar verði helsáttir eftir hennar leik. Ólafur skiptir yfir á Mikael úr konur margir rauðir inn í tegin, boltinn inn á fjær, skallað áfram af Patterson sýndist mér og boltinn aftur fyrir, hornspyrna dæmd og þá Dino Hodsits mættur í tegin en þeir setja hann ekki inn í. Ólafur Karel á Eggert Kára
Dino inn á teiknum, Páll Sindri lyftur honum inn á, Dino tekur hann og kastar, Dino Hotsits dæmdur rangstæður. Hérna maður, hann enda skotið frá honum alveg afleitt. En þetta hefði nú verið einhver sagan maður. Ekki sáttur með sig. En að nálgast 4 mínútur sem eru komnar fram yfir venjulegan leiktíma. Ég býst fastlega við því að það sé ekki mikið eftir. Kemur langur bolti fram, Mikael skalla frá. Leo finnur Andri fer með hann upp í hornið, Andri Már með honum. Það fer með þetta upp á hornfána, Ragnar Már vinnur hann af honum, boltinn ekki farinn og Ragnar Már vinnur síðan innkast. Páll Sindri, mikið óðagott núna. Boltinn fram á við, Andri kemur og sækir hann, missir hann, Alexander fram á Viktor og þá flauta til leiksloka. Og Þróttur Vogum vinnur hérna baráttu sigur gegn Kára í ofsalegum baráttu leik. Ég held að það sé óhætt að segja að taktík Hermanns Hreiðarssonar hafi gengið þokkalega vel upp. Pressa stíft í byrjun, ná marki snemma, leggja síðan tilbaka með þennan gríðarlega vel skipulað og þetta varnarmúr. Þeir náðu að bæta við, komast í 2-0, Káramenn. Minnkuðu munin í 2-1. Við skulum rifja upp Káramenn, ekki alveg einhverjir sáttir við störf Atla dómara en það þýðir ekki að pirra sig á því neitt. Menn gerðu bara ekki nóg til þess að vinna leikinn og það engum öðrum að kenna heldur en mönnum sjálfum eða þá því að kenna að hitlið mætti vel stemt. Við skulum renna yfir það sem að gerðist í leiknum. Fyrsta markið skoraði Viktor Smári Segata fyrir Þróttara á 10. mínútu og sjáum það hér. Alexander á fyrst skot sem að Dino veri í stöng og fylgta eftir, Viktor fylgir eftir í stöngin og inn. Síðan fengu Þróttarar víti þegar að Einar Logi braut á Alexander eða var allavega dæmdur þið dæmið þetta sjálf hvort að þetta rétt en enga síður þá fekk Alexander vítið og hann tók það sjálfur og skoraði með föstu skoti í horni niðri og Dino í réttu horni en ekki langt frá því. Síðan fengu Káramenn sína eigin vítaspyrnu sem var nú kannski álíka umdeilt. Sjáum hérna sendingu upp í hægra horni sem að Hilmar næra gríðarlegu krafti. Ólafur Karel, Elís Dofri segi ég, stendur hér inn í varnarmanninn og fær vítið og Andri skoraði síðan eins og vanalega að fádæma öryggi úr vítaspyrnunni og komin með 6 mörk þá í annari deildinni í sumar en þar við satt Kári 1, Þróttur Vogum 2. Nú það á planinu hjá okkur að vera með beina útsendingu frá leik hjá öðrum flokk á morgun. Það er ekki alveg staðfest en til að bara fylgist þið með því. Við auglýsum það þá á Facebook og Twitter eins er þetta að sjá það þá á YouTube en Örn Arnarsson heiti ég og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Eins ætla ég líka að þakka Ingimar Elvari Ágústssyni fyrir hans fínu störf á myndavélinni en þangað til næst ætla ég að biðja ykkur að passa upp á ykkur, fara vel með ykkur en njóta lífsins á meðan. Takk kærlega fyrir okkur.